Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Árborg fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Við Anna Kristín Jónsdóttir og Ingvar Þór Björnsson ætlum að ræða við oddvita frambúðuna hér. Árborg nú stærsta sveitarfélagið á Suðurlandi og það byggt 13.000 í upphafi árs og hafði fjölgað rétt 1.000 frá því að síðast var kosið. Nú sjálfstæðismenn og einn fulltrúi frá áfram Árborg eru í meirihluta og í minnihluta fulltrúar Samfylkingar og Framsóknarflokks. Og í vor eru listarnir 4 og hingað í Stekkjaskóla á Selfossi. Eru þau komin? Bragi Bjarnason, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins. Síðan Heiðrún Kristmundsdóttir, oddviti Viðreisnar. Matthías Bjarnason fyrir Framsóknarflokkinn. Og Sigurjón Vídalín Guðmundsson sem efsti maður Samfylkingarinnar og óháðra. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Og við ætlum að byrja á því að heyra stuttlega frá hverju einu ykkar það hvað finnst ykkur vera brýnasta verkefni sveitarstjórnar í Árborg þessi á næstu kjörtímabili og hvað er kosið og við byrjum bara á bæjarstjórnum Braga. Takk hérlega og verið velkomin í Sveitafélagið Árborg. Gaman að RÚV færi svona út á landið og hitti frambjóðendur, bara verið velkomin. Heyrðu, já, við höfum náttúrulega kannski staðið frammi fyrir mjög svona skrýtnum áskorunni getum við sagt kannski á undanförnum 4 árum og það mun held ég lita aðeins kannski baráttuna hjá okkur núna inn í þessar kosningar. Tókum við mjög erfiðu búi hjá Sveitafélaginu Árborg 2022 og það hefur svolítið lita kjörtímabilið að við höfum taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir, farið í miklar hagræðingar og forgangsraðað málum, þurfti miður að fækka stöðugildum, setja álag og útsvar og sem hefur bara leitt af sér svona krefjandi tíma fyrir sveitafélag á þessum árum. En það er ótrúlega ánægilegt og maður getur stoltur gengið til kosninga nú að sjá að þessar ákvarðanir, þessi vinna sem hefur farið fram bæði hjá kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sveitafélags, hún er að skila árangri. Og við höfum náð sveitafélaginu Árborg á gríðarlega öflugan stað og bæði sést ársreikningur frá 2024 sem sýnir hvert við gerum að fara og svo aftur núna er ég mjög spenntur að fara inn á bæjarstjórnarfund 22. apríl næstkomandi og kynna ársreikning 2025 sem sýnir hvað Sveitafélag Árborg stendur sterkum fótum til framtíðar. En einnig eru náttúrulega mörg önnur mál. Fjármálin náttúrulega eru grunnurinn í sveitafélagsstyrm en sveitafélag er að veita þjónustu. Við erum að veita íbúinu þjónustu og fjölskyldan er þar í fyrirrúmi, þannig að bæði leikskóla umræðan, grunnskóla umræðan og annað, hún mun vega þungt og sömulegis atvinnuuppbyggingin að þessu stóra svæði sem við erum að vinna með núna, vaxta svæði. Heiðrún, hvað er kosið? Við í Viðreisn sem erum að bjóða fram í fyrsta skipti, við munum leggja áherslu á þrennt. Við viljum alltaf tryggja almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni og við viljum tryggja jöfn þáttöku allra íbúa sveitafélagsins, hvort sem eru staðsett á Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka eða í Tjarnarbreið. Og svo á þriðja lagi þá viljum við líka tryggja sjálfbærni í rekstri. Rekstur sveitafélagsins verður að standa undir sér. Og við höldum bara áfram hérna og horfum á Matthías Bjarnason hjá Framsóknarflokki. Já, takk fyrir að fá okkur og takk fyrir að koma hingað í sveitafélagi. Það er frábært að því séu að ferðast landið og taka þetta upp. Við í Framsókn við erum að setja fjölskylduna í forgang. Það er svona brýnasta verkefnið að við teljum. Ábyrg fjármálastjórn skiptir líka höfumáli og í því felst að læra af reynslunni, tryggja fjármagn í innviðauppbyggingu í sveitafélagi sem er í vexti. Við viljum halda álögunum í lágmarki. Við höfum séð að við höfum þurft að taka þessi skref að hækka til dæmis fasteignagjöld sérstaklega, þau býta hvað mest og við viljum fara þá leið að lækka þau eins og við getum á komandi kjörtímabili. Og við erum að horfa töluvert á dagvistunarmálin, að reyna að leita leiða til þess að mæta fjölskyldurum fyrr. Já. Og þá komið að Sigurjón Vídalín Guðmundssoni sem er eftir með Samfylkingar og óháðra og situr einmitt í bæjarstjórn í minnihluta núna. Hvað finnst þér vera brýnasta verkefnið næstu árum? Já, takk fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að koma. Ég tek undir með kollegum mínum hvað það varðar og ánægilegt að við skulum vera komin á þennan stað að kosningasjónvarpið er farið að fara hringinn í kringum landið. Það er alveg augljóst í okkar huga að númer 1, 2 og 3 það þarf að vinda ofan af þessum gríðarlegu skattahækkunum sem að sjálfstæðismenn hafa lagt hér á samfélagið og undanförnu á þessu kjörtímabili sem er núna að líða. Skattahækkanir sem að raun og veru eru úr öllu samhengi við tilefnið og úr hófi fram. Sem dæmi þá eru fasteignagjöld hér 78% hærri en þau voru í byrjun kjörtímabilsins.
og það bara gríðarlega þungt fyrir bæði íbúa og fyrirtæki að eiga við það og við erum í raun og veru í dag ekki samkeppnishæf við nágrannar sveitarfélögin okkar því að þessi gríðarlega hái gjöld þau gera það hreinlega verkum að við fáum ekki fyrirtæki til að koma hingað við væntanlega eigum erfitt með að fá fólk til að flytja hingað og það sem kannski enn verra að fólk getur kannski ekki selt út af þessum háu gjöldum. En þar fyrir utan þá náttúrulega setjum við líka, leggjum við mjög mikla áherslu á það að létta undir með barnafólki og við horfum þá sérstaklega núna til þess að gera leikskólana gjaldfrjálsa og horfum þá til útspil Samfylkingarinnar sem að kynnta núna nýlega þar sem að það boðað að ríkið að koma til móts við sveitarfélögin í að reka leikskólana og það vel og auðvitað bara löngu orðið tímabært. Já, og við ætlum að ræða leikskólamálin hérna eftir og einmitt þetta útspil ríkisstjórnarinnar en kannski dveljum aðeins við reksturinn sem mjög fyrirferðar mikil í umræðinni hérna og sko Sigurjón þú það var mikið rætt reksturinn fyrir síðustu kosningar, Bragi hafði nefnt að fjárhagsstaðan væri alvarleg og skuldsetning mikil og við því þurfti að bregðast. Sigurjón, þú hefur verið að skrifa greinar þar sem við tala það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sett hérna met í skattheimtu og tala líka blekkingarleik bæjarstjórans. Í hverju felast blekkingarnar? Já, Sjálfstæðisflokkurinn hefur sett þetta þannig fram síðan fyrir kosningar 2022 að hér hafi eingöngu verið skuldasöfnun að ræða. Það var auðvitað ekki rétt. Það skuldir auðvitað til vegna þess að var verið að byggja hér upp innviði og ef að skoðaðir yfir ársreikningar og farið yfir þessa tölu þá sést það mjög greinlega að þessar langtíma skuldir sem að vera til á þessi tímabili að mestu leyti komna til vegna lána sem tekin eru til að byggja upp grunnskóla, leikskóla, dælustöðvar innvið og svo framvegis. Fjármunirnir í grunnskólan þeir koma allir á þessu kjörtímabili og það alveg hárrétt, við erum öll sammála því að það að byggja upp innviðina og á þessu því kjörtímabili 2018-2022 tvöföldu skuldir sveitarfélaga séðum rúmlega 16 milljarða og það alveg hárrétti á Sigrúni, það fór mikið af í innviðuppbyggingu og við erum öll sammála það, rúmlega 11 milljarðar en það fóru 5 milljarðar beint inn í reksturinn og hurfu þar. Það ósjálfberga. Það auðvitað sko ekki rétt að segja að allir peningarnir hafi komið inn á þessu kjörtímabili. Bragi, þú veist það vel og ég. Peningarnir í fyrsta áfanga Stekkjarskóla kom ekki allir inn á þessu kjörtímabili. Það bara ekki þannig. Og við vitum líka að hækkun skammtímaskulda meðal annars tilkomin vegna þess. Árið 2022 til 2026. Bragi, hlustaðu. Hækkun skammtímaskulda meðal annars komin til vegna þess að í kjölfarið á COVID-faraldrinum þá hækkuðu hér vaxta og gjöld gríðarlega út af hækkun og verðbólgu og hækkun stýrivaxta. Vaxtagjöld fóru úr áætlun 300 milljónum í 900 milljónir. Í öðru lagi þá gerist það að þegar þú ferð í innviðauppbyggingu og tekur langtímalán, þá verða náttúrulega til afborganir af þessum langtímalánum. Þær færast inn í skammtímaskuldir. Sem sagt afborganir af langtímalánum sem tekin til að byggja upp innviði fara inn í skammtímaskuldir. Þannig að þetta raun og veru hangir allt saman. En ef við ætlum að horfa til lengri tíma, þá verður það að fyrir að þið séu að gera upp fyrra kjörtímabil og jafnvel kjörtímabilið áður en því sem nú að ljúka. Akkurat. Og við horfum þó bara aðeins til dæmis á fulltrúa nýs framboðs hérna, Heiðrúnu. Hvað segir þú rekstur bæjarins? Hvað sýnist þér? Já, við sjáum auðvitað að það eru háa skuldir og það þarf að leggja sig fram til að ná þeim liður. Á sama tíma þurfum við að byggja upp innviðina. Þetta eru staðreyndir. En það óábyrgt af mér að fara að lofa einhverju hérna í dag. En við viljum leggja okkur fram til að tryggja stöðuleika og skýran rekstur og í því þarf að vera ákveði gegnsæi í ákvarðanatöku, upplýsingaflæði til íbúa og það það sem við viljum leggja okkur fyrir. Matthías, þetta er ákveðin dans, það eru skuldirnar og innviðauppbygging og fleira þar fram eftir göttunum og síðan er það þjónustan sem þið að veita. Ert þú sáttur með hvernig haldið hefur á þessum málum á kjörtímabilinu? Var gengið of langt í einhvers konar, við tölum bara þjónustuna, í þjónustu skerðingu? Sko, það var náttúrulega stigin skref í að skerða þjónustu og skiljanlega og ég held að bæjarstjórinn hafi öll verið á nokkurnu veginn sama máli. Ég veit að mínu fulltrúar sátu á þessum fundum og voru nokkurnu veginn á sama máli árið 2022 og 2023.
Það hins vegar kannski, þú veist, ef við ætlum að vera að tala fortíðina, það hins vegar kannski þegar ársreikningurinn kemur fyrir árið 2024 sem við fyrum að gagnrýna þetta aukaálag á útsvar og hefum viljað sjá meiri hlutan stíga stærri skref í því að reyna létta þær álögur á íbúðan árið 2025. Ég hef viljað sjá Sjálfstæðisflokkinn fara í að semja við innviðaráðuneytið það að greiða tilbaka einhverju leyti til einhvers tíma, þannig að íbúðanir hefði ekki fengið þennan reikning. En annars vill ég ekkert endilega, þú veist, ég var varabæjarfulltrúi á þessu kjörtímabili, ég vil ekkert vera að dvelja í fortíðinni eða horfa aftur, við þurfum að læra af henni, klárlega, en síðan þurfum við bara að horfa fram á við. Og núna er verkefnið að halda áfram í innviðauppbyggingu. Þegar ég horfa á fjárhagsáætlunina og framkvæmdaráætlun, þá vill ég sjá aðeins meiri þunga í uppbyggingu. Ég vil sjá aðeins meira fjármagni veitt þannig að við Í uppbyggingu á hverju þá? Uppbyggingu á leikskólam. Ég vil sjá okkur byrja fyrr byrja strax í hönnun og grunnskóla, íþróttamannvirki, þetta þarf alltaf að haldast í hendur við vöxtinn og sömuleiðis er náttúrulega orkuöflun bara viðvarandi verkefni sem við þurfum alltaf að vera í. En við erum enn á þeim stað að innviðirnir eru ekki búin að ná í skottið á vextinum sem við höfum verið í á síðastliðnum árum. Við erum ennþá að vaxa. Þannig að við þurfum dálítið að setja aukið þunga í það ná í skottið á okkur og síðan passa það að við séum klár með innviðina áður en að við förum á staði að skipuleggja næstu hverfi. Já, bara ég kannski öðrstöð vegna þess að fólk spyr sig og væntanlega íbúar þá hvort að of langt hafi verið gengið í þjónustuskerðingu og að fækka störfum og fleira því að fleiri sveitarfélög hafa þetta lent í rekstrar vanda og mismundi hvernig þau vinna sig út úr því. Ég meina þegar þú heyrir það einmitt að þú setja met í skattheimtu og þar fram undir götunum og lítið tilbaka, hefur viljað fara öðru sig að þessu? Við fórum allar þar leiðir og höfum verið hreinskilin með það í rauninni allt kjörtímabili að fara í allar þar nauðsynlegu aðgerðir sem þurft að fara til þess að koma sveitarfélögin á réttan stað. Þegar þú horfir til langstríma og ert að horfa á uppbyggingu sveitarfélaga þá getur ekki tekið allt að láni. Og það var gert. Það var tekið allt að láni og síðan þarftu einmitt fyrir þetta inn í skammtíma þú þarft að borga af þessu. Og sveitarfélagi gat ekki orðið borgað á staðið undir rekstrinum hjá sér og greitt af þessum lánum. Þú verður að forgangsraða þá framkvæmdar, þú getur ekki gert allt í einu. Þannig að þegar við förum á staðinn í þetta kjörtímabil og greinum þetta niður, þá þurftum við að fara í gríðarlega miklar hræringar. Við verðum að lækka gjöld, við verðum að fækka stöðugildum. Í því fólst tímabundin skerðinga á ákveðinni þjónustu sem er svo ánægilegt að við höfum getað tekið tilbaka. Auðvitað eru af öllum þeim aðgerðum sem við þurftum að fara í, sáum við með strax aðgerð varandi dagdvöl aldrar sem við tókum tilbaka strax. Þetta var ekki skynsamleg ákvörðun, við fórum strax tilbaka. Opnunartími sundlaug, við erum komið tilbaka þar. Og það er af því að allar aðrar aðgerðir hafa að spila saman. Það er þá að draga úr gjöldum, úr kostnaði sveitarfélagsins, auka tekjur, bæði með sölu eigna, með því að fá þessar einskiptis aðgerðir sem voru kláraðar á einu ári til þess að koma okkur í gegnum. Það var uppsafnaði 6,5 milljarður í rekstratap og við þurfum að vinna okkur út úr því og það náðum við, og eins og maður segja þess að maður eru oft notað til samlingar, við náðum í gegnum skafli með öllum þessum samstiltu aðgerðum og það var engin einu þeirra sem skipti meira máli en það spiluðu alla saman. Þess að sveitarfélagið var nánast orðið greiðsluþrota og þá verðum við að fá fjármagn til þess að geta staðið undir grunnþjónustunni og við fengum sveitarfélagið Árborg af því að það var búið að taka svo mikið lán og reksturinn var svo út þaninn árið 2022 að við fengum ekki lán. Þannig að það var alveg rætt og skoðað á að gera þetta á löngu tímabili en það bara gekk ekki upp eins og við fengum ekki fjármagn til þess að reka okkur. Þess vegna horfðum við á í rauninni styrkti tíma og til þess svona lokaði þá er eins og ég sagði í upphafi ótrúlega ánægilegt að við getum staðið hérna í dag fyrir íbúa Árborgar. Við erum komin í gegnum þetta og við erum komin með sterkari grunn og nú horfum við til framtíðar og við erum öll sammála um það. Fasteignagjöld er á háiðna. Við náðum að stíga stórt skrefin á þetta ár með því að lækka eina sveitarfélagi sem lækkar það í krónutölu á fasteignaeigendur, 90% fasteignaeigenda og þangað viljum við stefna áfram næstu árin, ábyrgðarrekstur og lækka álögur. Sigurjón, eins og hefur náttúrulega komið fram í máli allar hérna, þá óx Árborg mjög hratt og hefur gert á undanförnum árum og fjölgaði bara núna þessu kjörtímabili mjög mikið og líka þar á undan og það er svona reynt á þol innviðana en viljum við að hún stækki meir Árborg og ræður hún við það bara í húsnæðismál til þess. Nú sá ég hérna stóra blokk hérna áðan þar sem stóð íbúðir til langtímalegu því að það öll vitum við hvernig fasteignamarkaðurinn er. Já, við eigum töluvert af íbúðum sem eru tilbúnar en seljast ekki og við getum sannarlega tekið á móti fleira fólki en
En auðvitað væri það æskilegra að Árborg myndi kannski stækka hægar en hún hefur gert undanfarin ár því að þetta hefur náttúrulega verið mjög ósjálfbær stækkun og innviðir hafa fyllt illa með eða jafnvel ekki og það auðvitað gengur ekki til langs tíma og við erum ennþá raun og vera að glíma við það afleiðingar sem að innviðaskuld sem var til vegna svona mikillar fólksfjölgunar skapaði. Við eigum hins vegar svæði eins og á Eyrarbakka og Stokkseyri sem eru gríðarlega spennandi svæði til uppbyggingar og á mínu viti ættum við að horfa kannski miklu meira þanga núna á næstu árum vegna þess að við þurfum að styrkja byggðina þar, styrkja þessi byggðarlög og gera þau þannig samkeppnishæfari og öflugri til þess að bera meiri þjónustu og þá maður bæði að horfa til þess að sveitarfélagið byggju upp þar nýtt skólahúsnæði og eins íþróttaaðstöðu og sundaðstöðu. En hvernig hefur gengið, einmitt Matthías, Árborg tiltölulega stórt sveitarfélag þó það sé kannski ekki svona á landsvísu, þau eru mörg miklu víðfeðmari en það samt heilmikill spotti hérna niður eftir og það hafa oft verið miklar áhyggjur hjá svona minni byggðakjörnum eins og Sigurjón aðeins að víkja að þeir svona sitja á hakanum og það verða jaðarsvæðum sem að fái svo ekki til sín. Já, það kannski svona það atriði sem að ég horfi hvað mest í varandi niður á Strönd sem sagt byggingaréttugjöldin. Ef við horfum á nágranna sveitarfélög okkur og svipuð svæði, eða svipuð þorp, þá fólk ekki að borga hátt verð fyrir lóðirnar og það mjög dýr startkostnaður að hefja framkvæmdir og við viljum byggja upp sérstaklega þorpin okkar. Þannig að þess að bara til þess að gera þetta sterkari einingum og þannig að það eru fleiri aðilar á bak við grunn- og leikskóla og annað og við viljum fá meiri þjónustu þar. En til þess þurfum við aðeins fleiri íbúa. Þannig að ég myndi vilja sjá á hérna komandi árum að við beinum dálítið athyglinni þangað að efla þessi þorp, en við þurfum þó að lækka bæði fasteignagjöldin og síðan byggingarétturinn og kostnaðurinn við það að hefja byggingu á lóðum á þessu svæði. Hann mjög dýr. Heiðrún, hvað segir þú? Ég tek undir með þeim hérna, við þurfum að horfa til strandarinnar, bæði í uppbyggingu og húsnæðis og þarna ættum við að nýta lóðir. Hér mikið fjölbýli og mikið fátum að einstaklingar geti fengið að byggja sér húsnæði sjálft og þar í sammála, við ættum að horfa til þessara reita. Sömuleiðis vil ég horfa líka til þeirra varandi þjónustuna sem við erum að þjóna í sveitarfélaginu. Þarna er tækifæri til að fyrir börnin sérstaklega kannski geta sótt tómstundir hingað upp á Selfoss og það þarf að vera styrkja þá þjónustu eða færa þjónustuna nær þeim. Þetta atriði sem verður að hlúa að. Og þetta náttúrulega svolítið línadans eins og Matthías vísaði til, ef að fækkar í þorpunum þá dregur úr þjónustunum og þá kannski heldur svo fækkun áfram. Vissulega, en þetta á ábyrgð sveitarfélagsins að horfa til allra anga þess og það má ekkert horfa frá því og ef því fylgir kostnaður þá það kostnaður sem fyrir þá íbúa. Hvað segir bæjarstjórinn? Bara ótrúlega góð umræða og við held ég séu bara öll sammála með þetta og það ánægjulegt líka að tökum sem dæmi Eyrarbakka og Stokkseyri, þar hefur á síðustu 5 árum verið yfir 20% íbúafjölgun sem virkilega ánægjulegt, þannig að það hefur verið að fylla í þær lóðir sem sveitarfélagið átti og eða einkaaðilar. Núna vorum við einmitt með nýjar lóðir í úthlutun og það svo mikið leyndarmál þó að verið tekið fyrir næstu viku að það komið tilboð í nýjar parhúsalóðir sem að koma, þannig að við getum haldið áfram uppbyggingunni. Það fjölgun í grunnskólanum. Þannig að við sjáum mikil tækifæri og getum haldið utan það á næstu árum og haldið áfram í rauninni. En hvernig með tengingarnar? Í rauninni áskorunin sem við hefum verið og það hefur ekki verið neitt tvillegur og við erum einmitt að taka fyrir núna niðurstöður úr vinnuhópi, það frístundaksturinn. Það að ná að tengja þetta saman, þannig að bæði skólastarfið, aksturinn á milli og svo íþróttastarfið sem að fara mestu fram hérna á Selfossi en þó líka á Eyrarbakka og Stokkseyri. Að þessi tenging þarf að vera sterkari og þar eigum við tækifæri og erum að vinna með foreldrum og íþróttafélagunum að lausnum. Þannig þetta gangi allt upp. Því að það á ekki að skipta máli hvar þú býrði í sveitarfélaginu. Þú átt að geta sótt þjónustuna og þetta vinna allt saman. Já, þarna finnst mér algjörlega tækifæri fyrir eins og þú nefnir að þjónusta enn betur og líka þú segir að þeir eru búið að samþykja að þarna eru lóðir á Eyrarbakka sem farnar út. En mér finnst það vanta líka bara fyrir einstakling geta keypt og byggt sjálf. Það ákall eftir því. Já. Því það líka fjölbreytni í byggðinni sem að vantar. Já, ég tek undir þetta og við höfum einmitt verið að skoða það mjög ítarlega
í Samfylkingunni og óháðum að við erum kannski komin á þann stað í stærð á sveitarfélagi að við þurfum að taka upp hér klukkutíma strætóferðir. Akureyrarbær hefur verið með þetta í mörg ár, keyrt út einhverja 4-5 strætisvagna á klukkutíma fresti, gjaldfrjálst. Og ég var að velta í fyrir mér hvort að við séum hreinlega komin þangað til þess að byggðirnar á Eyrarbakka-Stokkseyri og Tjarnarbyggð þetta líka geti nýtt sér þjónustuna hér á Selfossi og auðvitað öfugt og þau sannarlega, það sé sannarlega tekið tillit til þeirra og það sé þá staðfest að þau tilheyra sama samfélaginu að við tökum upp svona þjónustu því að ég held að til lengri tíma litið þá verið það í raun og veru bara til góðs að vera með öflugar almenningssamgöngur. Kannski ef við tölum hérna fjölskyldumáli vegna þess að við erum að nefna hérna innviði og íþróttir og skólana okkar og við erum hérna í Stekkjaskóla núna. Sko, í málefnasamningi þá var alveg sérstök áhersla á það að skapa þetta fjölskylduvæna samfélag og styðja betur við leik og grunnskóla í sveitarfélaginu, bæta starfsumhverfi þeirra sem vinna og læra þá í skólunum leið. Þú nefndir hérna sko fjölskyldumáli sérstaklega áðan. Hvernig þér þótt takast til það kemur að sko leik og grunnskóla? Sko, við erum á fínum stað hvað var það grunnskóluna sérstaklega og Stekkjaskóli er frábæri hérna viðbót sem að við erum á þeim stað, við erum að horfa fram að við þurfum nýjan grunnskóla 2030-31, eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum bara að fara að hefja strax hönnun á næsta grunnskóla. Leikskólamálin eru dálítið flókin. Þú ert ekki að fá sama fjármagn þarna inn frá ríkinu til þess að standa undir þeim kostnaði og það eru vaxtaverkir. Við höfum talað fyrir hérna heimgreiðslum og það var frábært að sjá að þær voru settar á. Dagforeldrum hefur fækkað því miður og það eru því færri valkostir þar sem að foreldrar geta leita til. Þetta er náttúrulega 110.000 fyrir heimgreiðslur, þetta er ekki há upphæð og það er enginn að fara að lifa á þessu en þetta er allavega smá mótvegi. Við varum til í að sjá þetta aðeins hærra þangað til að hérna, við brúum þetta bil en leikskólamálin þetta er að mér þykir stærsta verkefni svona einstaka sem við erum í vandræðum með og við þurfum að horfa og taka þetta föstum tökum en það er náttúrulega gífurlega flókið en þess að við þurfum að byggja upp leikskóla. Við þurfum hérna menntaða kennara til þess að kenna í þessu leikskólum í þessum plásum og það er bara telst töluvert flókið núna að fá þannig starfsfólkin og halda því og við þurfum að manna þessar stöður. Þannig að þetta er flókið verkefni og við þurfum að fá ríkið með okkur inn í þetta klárlega og ég er mjög spenntur að sjá þetta útspil hjá Samfylkingunni og sjá hvort að það komi bara til framkvæmda strax á næsta ári eða ekki. Kannski bara byrjum þar sko, Bragi, því að það á að leggja þarna áherslu á þessi mál. Hvernig líst þér á pakkan sem Kristrún kynnir? Skiptir hann eitthvað máli hér? Já, hann skiptir öll sveitarfélög máli. Þetta er náttúrulega samtal sem hefur átt sér stað óformlega í gegnum árin. Það er þetta samstarf ríkis og sveitarfélaga hvernig við ætlum að brúa þetta bil. Sveitarfélögin hafa verið kannski ákveðin í keppni stundum þetta hvernig þau eru að leysa úr eftir að fæðingarorlofi lýkur sem er ekki sanngjarnt kannski fyrir foreldra og annað að þú setja að fara á milli sveitarfélaga eftir hvernig staðan er. Við viljum öll veita góða þjónustu en þarna þarf að leysa saman. Þannig að já, ef þetta, ég vona sannarlega að þetta útspil sé fullrætt í ríkisstjórn og þetta sé komið þá fjármagn með þannig að við getum það bara, það er ekkert mál að lögfesta leikskólastigi ef við getum fjármagnað þetta allt þannig að sveitarfélagin geti staðið undir því að leikskólaplássi séu tilbúin og þá fyrir hvaða aldur það er. Við höfum náð, það var eitt af stóru verkefnunum sem við erum búin að ná núna, það er að ná utan þennan hatt einmitt að við erum vaxtarsamfélag, mikið af íbúum og flyttinga sem er ótrúlega ánægilegt og þrátt fyrir þessar erfiðu umræður sem hefur verið, þá er samt fjölgað þetta mikið í sveitarfélaginu og maður finnur að fólk er ánægt með þjónustuna og við höfum verið í ágætismálum með leikskólamálin, við höfum getað tekið inn 18 mánaða börn og staðið við það, við erum með öflugt dagforeldra samfélag og svo núna erum við að bæta við heimgreiðsluna til þess að auka við valmöguleikana og það er ánægilegt núna, við erum búin að komast núna 1 mánuði lengra í að bjóða foreldrar leikskólapláss núna í vor, þannig að það eru yngri börn að fara inn í haust heldur en höfum gert áður, þannig að það er mjög ánægilegt. Mér langar að það er auðvitað alltaf markmið allra að tryggja þessa samfellu milli þessa fæðingar líka og starf til að foreldrar snúa aftur á atvinnumarkaðinn. En ég er ekki hlynnt þessum heimgreiðslum. Ég skil að þetta var sett á eins og Matthías segir að það voru dagforeldrum lækkaði sem er miður svo ég skil að þetta var sett á en þetta er plástur.
Þetta er svolítið plástur á kerfi, þarna vantar bara ákveðna framtíðarsýn og að ferla eftir að hugsa lengra fram í tíman. Sem kona, þá mun þetta alltaf falla á því að ég ætla að alhæfa hérna og öllum staðhæfingu fylgja frávik, en þetta fylgir því að konan verður eftir heim og þetta mun falla á hennar þáttöku aftur í atvinnulífið. Og ég get ekki staðið og þetta fer þvert á það sem að Viðreisn mun standa og stendur fyrir. Það sem ég langar kannski að bæta við þetta er sko að ég er hjartalega sammála, þetta er ekki lausnin. Þetta er plásturinn til þess að mæta fjölskyldunum og meðan að sveitafélögin er ekki að ná að veita þessi þjónustu. Við erum að ná að hleypa inn 18 til 27 mánaða börnum cirka, þannig að þeir sem eru fædd á vitlausu tíma á árinu þau eru ekki að komast inn. Það er líka annað sem að við verðum eiginlega að fara að skoða og það er að jafna leikinn og hleypinn oftar, eða aðlögun oftar, en það er náttúrulega bara gríðarlega flókið. Við gerum okkur öll grein fyrir því, sérstaklega í svona stóru sveitafélagi. Og ég er sammálað, þetta er plástur, þetta er ekki framtíðalausn og þetta er ekki úrræði sem við eigum að vera með eilífu, en þetta er mótvægisaðgerðin við því út af því að við erum ekki að ná að hleypa börnunum inn eftir fæðingarorlof. Ég vildi bara sjá þetta herra þannig að þetta myndi. En hefur áhyggjur af þessum kynjaþætti sem að Heiðrún er að vísa til? Já, klálega. Ég meina, ég veit það bara á mínu heimili og þeim sem ég þekki. Ég er nú á þessum aldri og margir í kringum mig sem er í þessu og þetta fellur vissilega yfirleitt á móðurina, sko. Það er bara því miður þannig. Sigurjón, fáum þig inn í þessa umræðum leik- og grunnskólana og þetta er kannski tvíþátt annars vegar, sko, hvernig þér hefur þótt takast til að fólk fái hér að komast inn í leikskóla og síðan er það þetta útspil og mögulega áhrif þess? Já, það hefur gengið ágætlega og það er kannski ekki síst því að þakka að það voru innviðir hér til staðar í byrjun þessa kjörtímabil sem að hægt var að nýta til að veita þessi leikskólapláss sem að þurfti þar til núna og við studdum heimgreiðslurnar að einmitt á þessum forsendum að þetta er ákveðin plástur, þetta er smá sárabót, en ég tek algjörlega undir með Heiðrúnu að þetta er engin lausn og í mínum huga og okkar á þetta í besta falli að vera val en aldrei nauðsyn og auðvitað viljum við sjá það gerast og ég reikna með að það muni gerast núna með þessu útspili Kristrúnar og Samfylkingarinnar í leikskólamálum að við fáum auki fjármagn inn í kerfið frá ríkinu sem lengi hefur verið kallað eftir og þar með höfum við meiri og betri tækifæri til þess að byggja þá fleiri dagvistunarrými og efla og auka þessa þjónustu við börn og foreldra vegna þess að það er raun og veru það sem að þetta snýst þetta snýst það að við verðum að brúa þetta bil milli fæðingarorlofs og leikskóla til þess einmitt. Eins og Bragi nefndir að þetta er ungt samfélag en stóra máli oft í kringum rekstur leikskólan til dæmis hefur verið, það er að eiga húsin en það er líka mönnunin og það eins og við höfum heyrt í mörgum stórum sveitafélögum þá er það þar sem að ásteytingarsteinninn er. Algjörlega og svo ég takk undir, mér finnst þetta ekki vera plástur, þetta er valmöguleiki fyrir foreldra og það er náttúrulega allar rannsóknir sem nýlega rannsóknir sem er að koma, þá er það líka að það sé betra fyrir barnið að það sé lengur heima með foreldrum sínum en best væri að leysa það með þá lengra fæðingarorlofi og þar kemur þá ríkið síðan kemur það, þannig að þetta svona samspil þarna á milli þurfum við að leysa og hvort að heimgreiðslurnar verði síðan til framtíðar sem valmöguleiki með því, það kemur þá bara í ljós en þetta er þá góðu valmöguleiki með því en það sem okkur hefur tekist núna á þessu kjörtímabili og núna er að hefjast í rauninni framkvæmdir við viðbyggingu við Jötunheima. Við höfum nýtt færilega kennslusögur, við höfum við stekkjaskóla sem voru komnar sem stekkjaskóli byrjaði í, gátum breytt því núna í leikskóla rými á þessu kjörtímabili og ætlum að færa þær stofur síðan þannig að þetta geti verið síðan svona, við getum verið með ákveðin yfirflæðis stofu til þess að leysa með að vera í svona vexti sem er mjög mikilvægt fyrir sveitafélag í svona stórum vexti. En við horfum líka til framtíðar með það og það var þetta sem ég var að tala sem við sé vinna, að horfa á alla innviði sveitafélagsins, hvort sem það er orkuöflun eða grunnskólar, leikskólar, að við horfum fram í tíman, við vitum að þessi fjölgun, við erum með húsnæðisáætlun sem segir okkur svona áætlun hvað fjölgunni geti verið á milli ára, að þá séu innviðinni tilbúnir. Og það var mjög ánægjulegt að heyra, við vorum alltaf kynningu hjá sviðsstjórum sveitafélagana í
gæra að sviðstjóri mannvirkja og umhverfisins talaði akkurat þetta. Núna sæjum við betur fram í tíman að vita hvenær leikskólinn þarf að vera klár, hvenær grunnskólinn þarf að vera klár. Og þannig við erum að horfa 10 ár pluss fram í tíman í uppbyggingunni. Og það er mjög mikilvægt fyrir sveitarfélag óháð kjörtímabilum að horfa svona fram í tíman. En vöxturinn sem margnefndur hefur svona reynt á innviðina og við höfum verið að tala hérna þjónustuna og skólana en svo það líka svona bara alveg kjarnastarfsemi eins og fráveitumálin sem hafa nú löngum verið svolítið erfið hérna. Og hvað sjáu þið fyrir ykkur þar? Þetta, og heita vatnið? Já, þetta fer bara aftur að kjarnamálsins, hvort sem við erum að tala reksturinn eða innviðina. Við verðum að standa undir okkur. Og auðvitað vilja allir flytjast hingað. Það er ástæðis að ég og mín fjölskylda fluttum stað í Árborg. Hér viljum við búa, hér flatt lendi, hér auðvilt fyrir börn að komast á milli staða, en aftur, við megum ekki missa augun á boltanum að við verðum að geta staðið undir okkur. Eins og segir, heita vatnið og vöxtur eitt en viðhald svo annað. Og það verður að hugsa til allra þessara þátta. Og fráveitan, það bara, það næsta verkefni að græja þetta á strundinu, að laga fráveitumálið þar, að þau eru svona orðin mjög mikil balsistíma þannig að við þurfum að fara að ráðast í það. En klálega þetta bara eins og við segjum, sko, við viljum viðhalda ótrúlega góðu þjónustustigi, ég meina við erum framúrskarandi í frístundaþjónustu, við erum með frábæra leik og grunnskóla, við erum íþróttabæjar, menningin hérna öll að segja okkur bara að það sé frábært að búa og þess vegna flytjum við, ég meina ég aðfluttur, ég flyttinga 2022, vegna þess að hérna vil ég alveg mín börn og svona. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að við erum að þrátt fyrir að fjárhagsmálin sé erfið, þá viljum við samt viðhalda þessari góðu þjónustu og ekkert alltaf þessi grunnþjónustu. Það er ekkert alltaf þessi eitthvað sem að sveitarfélaginu ber að veita, en þetta er eitthvað sem við viljum gera, en þess að þetta er ástæðan fyrir því að fólk vill hér búa, þá viljum við viðhalda þessu þjónustu. Sigurjón, ef við dveljum í þessu. En grunnþjónustan, þá náttúrulega fráveitumálin náttúrulega eins mikil grunnþjónusta eins og það getur orðið. Já, og höldum áfram með ræðins fráveitumálin og vatnið og fá þig inn í það, Sigurjón. Sko, fráveitumálin kannski til að byrja með, ástand þar fráveitumála hefur þótt óviðunandi. Sko, hafa nægilega stór skref verið stigin í átt að breytingum til batnar í þeim málum á þessu kjörtímabili? Já og nei. Við höfum bara verið að vinna áfram í að byggja upp hreinsustöð hérna niður á Geitanessi sem kallað er, sem á að hreinsa mest allt skólp hérna á Selfossi. Eins þrepastöð sem að reyndar þarf að stækka núna upp í 2 þrepastöðu með nýjum lögum og reglum, en það hefur verið unni jafnt og þétt að því verkefni og það er búið að vera verkefni sem er búið að vera í gangi mörg ár og kannski allt og mörg ár, en það er svo önnur saga. Við þurfum síðan að fara niður á Stokkseyri og Eyrarbakka og það var tilbúið í lok síðasta kjörtímabils áætlun til þess að hefja hreinsun og skólpi þar með ákveðnum lausnum og þetta er sko náttúrulega hluti kannski af stærra verkefni. Það er, ef við til dæmis viljum efla okkur sem ferðaþjónustu svæði, þá þurfum við að ná skolpinu úr fjörunum okkar til dæmis og árbokkunum. Það segir sér alveg sjálft að þú ert ekki að fara að selja neinum erlendum ferðamanni fjöruferðir þar sem hann getur flækst í klósettpappír og dömubindum sem dæmi. Sko. Það er náttúrulega alveg fráleitt. Þetta kostar auðvitað peninga, en þarna er einmitt sko svo mikilvægt að við horfum fram veginn, að við gerum áætlanir sem eru ekki eitt kjörtímabil. Við þurfum að vera kannski stundum, ég segi stundum eins og Kínverja, sko. Við þurfum að hugsa í mannsöldrum. Við erum allt og oft að hugsa of stutt fram í tíman. Við erum ekki að einhvern veginn skipuleggja okkur þannig að það sé einhver samfella í einhverju þróun sem á endanum skilar okkur einhverjum merkilegum verðmætum og til dæmis tek heitavatni sem dæmi, að þá höfum við verið á þeim stað hér allt og lengi og það er raun og verið að býta okkur svolítið í rassinn núna að við höfum alltaf verið í því að við borum eftir vatni, við virkjum vatnið, við notum vatnið í húshitun og svo hendum við því. Það er ekki tvöfalt kerfi neinstæðri sveitarfélaginu Árborg. Við ættum fyrir löngu, og ég er búin að tala um þetta í mörg ár, við ættum fyrir löngu að vera að byrja á því að koma upp hringkerfi þar sem við dælum þessu vatni aftur niður. Til þess að lengja nýtingatíman, til þess að nýta orkuna betur, til þess að nýta innviðina betur, til að nýta fjárfestinguna betur. Þetta er auðvitað galið. Hvað segir bæjarstjóri? Þar eru við bara innilega sammála að auðvitað fyrir bara 20 ára hefðu menn átt að byrja í því. Þetta er auðlind sem hefur farið illa með Íslendingar og þurfum alltaf að hugsa og líka hugsa stærra í rauninni og það er þessi framtíð sem við erum í rauninni að horfa á 10 ár, 30-40 ár sérstaklega í orkumálunum, að þetta snýst ekki bara um sveitarfélag Árborg.
það snýst líka sveitafélögin sem eru hérna í kringum okkur, þar sem við höfum átt mjög gott samstarf og samtal að við þurfum að vinna þessu líka saman. Því að við erum að horfa 50 fram í tíman og það er ávinningu fyrir alla að vera með öfluga bæði heita vatnið, kalda vatnið, að við vinnum saman að því að ná í þetta, því þetta er framtíðar auðlind sem við þurfum á að halda bara grunn innviður. Varðandi fráveitumálin, já, það er rétt, það er búið að vera núna í 12 ár vinna við fráveitustöðin hérna Selfossi, hún er að klárast núna á næsta vetur, þannig að hún fer í gang, það er vel, komið tími til og það er akkurat í fjárfestingaáætlun sveitarfélags á næstu árum að fara síðan beint í næstu, og það er hluti af því sem við erum að tala um að horfa langsamlega tíma, það er að forgangsraða verkefnunum, þannig að við klárum þetta verkefni, förum síðan í næsta og síðan í næsta, þannig að það sé samfella í því og þarna er ríkið að koma að með niðurfellingu eða styrkjum á móti, þannig að það er vel. Þó maður myndir náttúrulega vilja sjá miklu meira því þetta er grunn innviður sem þarf að laga á mörgum stöðum á landinu en við komumst vel á veg núna á þessu ári. Mér langar að grípa umræðu strákana þessa framtíðarsýn og leggja áherslu líka á umhverfismálin, grænusvæðin. Það er líka punktur sem hefur kannski setið á hakanum í þessum öra vexti að þessi gróður þarf tíma og það þarf að gefa honum líka pláss á grænusvæðinum. Það er ein regla sem heitir 3-30-300, ég veit ekki hvort þið þekkið til hennar, en það þýðir að í nærumhverfinu verður að hafa 3 stór tré sem þú sérð út úr heimilinu, 30% laufþekju og ef þú fer 300 metra út fyrir heimilið verða komin í græn svæði. Ég veit ekki hvort að allir íbúar sveitarfélagsins geti sagt að þau upplifi þessa reglu út frá klukkanum sínum. En við höfum talað hérna svolítið um vöxtinn og þið hafið hort svolítið niður til strandarinnar en það er náttúrulega mikla framkvæmdir í gangi hérna við nýja Ölfusárbrú sem eiga eftir að hafa verulega áhrif á uppbyggingu og skipulag bæjarins svona bara aðkomuna og allt saman. Hvað sjáu þið fyrir ykkur? Framtíðar skipulag þessa svæðis eru gríðarleg tækifæri. Nýja brúin er náttúrulega bara að veita okkur svo óendanlega möguleika og þá mun Sveitarfélag Árborg taka við til dæmis Austurveginum í rekstur og þar erum við byrjuð að vinna svona framtíðar skipulag. Við þurfum að vinna fram í haginn. Það eru svona cirka 2 ár þangað til að brúin opnar og þá ætlum við að vera tilbúin með það hvernig við sjáum skipulag Austurvegarins geta orðið. Þetta getur orðið okkar ein fallegasta borgargata á landinu með uppbyggingu miðbæjarins og það sem hefur verið að gerast hérna í bænum á undanförnum árum. Það bara breyttist allt á einni nóttu þegar nýr miðbæjar opnaði og það hefur styrkt enn frekar í rauninni líka íbúan í þessu samfélagi að vera óhræddir við að brúin kemur. Því að fólk mun áfram, þetta er svo sterk þjónustukjarni að fólk mun áfram sækja og það mun í rauninni bara dvelja lengur hérna tel ég af því að það getur það stendur ekki biðröð til að komast yfir núverandi brú eins og er oft á tíðum núna, getur notið betur og veitt sér þá þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Hvaða áhrif Heiðrún heldur þú? Það er erfitt að vera ósammála þessu, auðvitað, en það er líka ábyrgð okkar sem að munum sitja í sætunum næstu 4 árin að stýra jafnframt þessari traffík líka niður á strönd og tryggja að þarna sé líka áfangastaður fyrir fólk til að sækja þjónustu og skilja eftir sig. Já, ég tek undir þetta er mjög spennandi hérna og það verður bara mjög gaman að skipuleggja þetta svæði og sjá fyrir sér framtíðarsýnina þarna. En það skiptir þá líka máli ef við ætlum að gera þetta vel og fá einkaaðilana til þess að koma þann og framkvæma og færa hérna bæinn og koma með atvinnurekstur sinni þangað. Það þurfum við líka að huga að gjöldunum á atvinnureksturinn. Við erum svo sem lítið búin að tala um atvinnumálin hérna núna. En ég meina, þú veist, það eru byggingaréttargjöldin, þau eru mjög há. Gatnagerðargjöldin, við erum með fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði mjög hátt. Þannig að við viljum vera með fallega götumyndana á Austurveginum og vera með í kringum brúna og annað. Það verður við samt líka átt okkur á því að við þurfum að fara stíga skrefi að lækka þessi gjöld til þess að fá inn þessa aðila, til þess að byggja á þessu skipulagi sem að verður. Sem voru lækkuð helming á síðasta ári gatnagerðargjöldin, þannig að við erum orðin á sama stað og í rauninu sveitarfélögin í kring varðandi gatnagerðargjöld. Það er kannski eitt sem að truflar aðeins, maður getur sagt svo, þessa kannski framtíðarsýn og kannski möguleikana sem að henni fylgir þessi nýja brú, að þráttur að Sveitarfélagið Árborg eigi töluvert land meðfram þjóðvegi 1 fyrir austan Selfoss, þá er það allt inn í landi Flóahrepps. Þar af leiðandi höfum við ekkert skipulagsvald. Og það muni á sjálfsögðu flækja töluvert alla uppbyggingu á því svæði því að Flóahreppur getur ekki skaffað innviði sem einhver alvöru uppbygging þarna krefst, það er að segja vatnsveita, hitaveita, fráveita og svo framvegis. Það er alltaf að koma frá Sveitarfélaginu Árborg og ég sé ekki alveg kannski hendi mér núna hvernig væri auðveldast að leysa þetta en
svo hugsa maður líka stundum, kannski ættum við bara að hreinlega að selja þetta land. Af því að þetta gríðarlega verðmætt land og kannski ættum við bara að selja þetta, nýta þetta til þess að nýta fjármunina til þess að ná niður skuldum og lækka þá álögur til dæmis á íbúa, gera okkur aftur samkeppnishæfari, gera fyrirtæki sem eru nú þegar á Selfossi á svæðinu samkeppnishæfari. Ég held að sé bara miklu betri leið að við setjumst niður með góðum nágrönnum okkar og semjum sameiginlegan ávinning okkar af þessu svæði. Því að það er mjög mikilvægt að í rauninni að við vinnum saman að því, það eru hagsmunir fyrir allt svæðið að byggja þetta upp. Þeir eru að nefna hérna árekstur á milli mismunandi sveitarstjórna og þegar maður horfir nú hérna á svona Suðurlandi þá er náttúrulega ansi mörg sveitarfélög hérna á svæði sem er, eins og Heiðrún nefndi, bara mjög greiðfært og auðvelt að koma Sjáu þið fyrir einhverja sameiningamöguleika sem þið myndu vilja hefja máls á? Byrjum við þér, Heiðrún. Ég held að það sé eitthvað sem ég er að fara að taka afstöðu til hér í dag. En það náttúrulega var sameina í Árborg fyrir einhverju síðan. Og ég held að ég vilja ekkert vera að flækja mig inn í það með þá umræðu hér núna. Ef ég óbúið að vera skynsamlega. Hún er viðkvæm. Ég skrifa nú heila rítgerðum hérna sveitafélagi Árnessýslu og sameiningu og rætti til að mynda við Braga í þeirri og niðurstaðan í því var svo að á þessu tímapunkti væri það ekki æskilegt þar sem að öll sveitafélögin við erum að horfa á uppsveitinnar, Ölfus, Hveragerði, okkur, öll sveitafélögin í vexti og öll að reyna að sækja sitt. Ég meina það eru smærri sveitafélögin þeir að reyna að stækka sína tekjustofna með fleiri greiðandi hendum og fleiri íbúðum. Íbúðum. Þannig að það er ekki tímabært en þetta er eitthvað sem við verðum alltaf að vera að kanna og skoða út af því að þetta er bara verkefnin sem við þurfum að vera alltaf að huga til. Það er spennandi að þá er engin hvati fyrir minni sveitarfélög að sameina stærri sveitarfélög og við höfum reynt nokkru sinnum á undanförnum árum að óska eftir eða jafnvel hvetja til þess að það yrði hafna sameiningaviðræður við til dæmis Flóahrepp, Ölfus, Hveragerði, Grímsnes og Grafningshrepp en þau hafa ekki áhuga og það er væntanlega út af því að sveitafélagið Árborg er svo stórt, það er að segja í mannfjölda, við erum svo mörg að þau óttast kannski það sama og margir af þeim sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið að þau er bara eftir að tínast í þessu stóra Árborgar dæmi og ég tel að þrátt fyrir að ég get alveg tekið undir með Braga það væri náttúrulega best að það var hægt að ná einhvers konar samkomulagi við Flóahrepp varðandi þetta land sem við eigum hérna fyrir austan Selfoss þá er ég bara ekki viss þessu raunhæft að það sé einhvers konar samningar sem báðir aðalega geta verið sáttir við Standið þið með opinn faðminn og býðið bara eftir Við höfum alveg sagt það opinskátt á þessu kjörtímabili, við erum opin fyrir allar umræður sameiningur. Mér finnst það bara eðlilegt og ég tek undir það sem ég og Matti vorum alveg sammála í samtali okkar í ritgerðarsmíðinni að það sé framtíðin í rauninni að fleiri sveitafélög sameinist. En við horfum líka á sameiginlegan ávinningin, við tölum orkuna áðan en það er líka í atvinnuuppbyggingunni. Atvinnusvæðið á Suðurlandi og bara eiginlega suðvesturhorninu er svo stórt. Við kannum sjá gríðarlegu fjöldi íbúa hérna hjá okkur sækir atvinnu út fyrir Árborg og síðan á móti frá nágrannasveitafélögunum okkar og meira að segja höfuðborgarsvæðinu. Þannig að atvinnusvæðið er mjög stórt og við tökum dæmi allt sem er að gerast þetta í kringum okkur. Höfnin í Þorlákshöfn er gríðarlegur ávinningu fyrir okkar svæði. En það er mjög spennandi og bara maður er stoltur að því að heyra núna af fyrirtækjum þess að það hefur það stóð í mörgum fyrirtækjum að stækka við sig og hreyfa sig kannski af höfuðborgarsvæðinu og fara í miklar vaxtar hugmyndir svona í upphafið þessa kjörtímabils en núna heyrum við bara miklum áhuga og nú er bara síðast í morgun var ég að fá tölvupóst frá Heklu sem fengi úthlutað lög hjá okkur, þeir eru að hefja jarðvegsframkvæmdir nýtt atvinnuhúsnæði hjá sér hérna sem er mjög spennandi. Við útlutuðum lóð á Eyrarbakka, atvinnulóð undir fyrirtæki sem við byrjaði að undirbúa jarðvinnu þar. Eimskip er að fara í gríðarlega stækkun hjá sér, MS eru að fara í margfalda stækkun, SS og fleiri fyrirtæki sem svona, maður getur ekki nefnt sem eru að vinna. Þannig að það er mjög spennandi hlutir í atvinnumálunum að gerast þetta núna á næstu mánuðum og árum. Og ég held að geta verið mikilvægt fyrir okkur, við höfum nú svo sem talað fyrir þessu áður í Framsón, en ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur, við erum alltaf að tala um þetta að horfa til framtíðar og hugsa langt fram í tíman og að við séum ekki einu á báti heldur það eru fleiri sveitafélagi kringum okkur sem er að glíma nákvæmlega sömu vandamál. Að við förum í eitthvað skona svæðisskipulag
og förum að sjá þessa hluti, þá erum við að tala um orkuöflun og innviðina og hvar við viljum sjá framtíðina fyrir okkur í hérna atvinnuuppbyggingu og hvernig atvinnu við viljum hafa hvaða svæðum og svona, hvert við getum beint atvinnunni, að við förum að vinna saman að því að búa til eitthvað svona svæðiskipulag fyrir annarkvort Árnessýslu eða Suðurlandi eða hvernig sem það og fyrir svona að vinna saman að því að ná þessum markmiðum okkar í orkuöflun og atvinnuuppbyggingu. Ef við tölum aðeins pólitíkina og það sem tekur við núna eftir 16. maí, þá ofta áhugavert að fá svona einhverja mynd af því hvert þið eru að horfa og Bragi, þið fenguðu þetta góða kosningu síðast í Sjálfstæðisflokknum, voru með tæp 50% greiddra atkvæða. Ef við förum að segja það sko, hérna, með hverjum þið viljið vinna og hvort þið séu það að útiloka einhvern, hvort þið viljið gefa einhverja pásur og það kannski má sko bæta við þegar við ræðum þetta að sko kannski ágætt að fá ef þið eru með einhver mál sem ekki verður vikið frá í málefnasamningi. Kannski við byrjum á þér Sigurjón. Með hverjum viltu helst vinna og hverjum ekki og hvað þarf að gerast? Já, við göngum óbundin til kosninga og það hefur ekkert verið tekið nein afstæða til þess hvort að við viljum starfa sérstaklega með einhverjum eða ekki. Það bara eitthvað sem þarf að koma í ljós þegar að talið verður upp úr kössunum. Þetta auðvitað íbúarnir sem að kjósa sér fulltrúa og það eðlilegast að það sé þá tekið tillit til þess hvernig atkvæðin skiptast, hverjir koma til með að stjórna sveitarfélaginu hér eftir nokkra vikur. Við munum að sjálfsögðu samt setja þá oddin ef að það kemur til greina að við verðum í meirihluta hér sem ég vonu svo sannarlega muni gerast að það verði farið í tímasetta aðgerðir við að lækka hér álögur. Það alveg nummer 1, 2 og 3. Þetta bara of mikið og eins og ég hef sagt hérna áður, þetta eru þannig upphæðir að við getum ekki við lagt þetta á íbúan okkar. Það bara ekki forsvaranlegt. Hafið þið tekið afstöðu til þess hvort þið myndu vilja ráða eitthvað bæjarstjóra eða velja einhvern úr ykkar röðum ef að þið kæmist í meirihluta? Við erum örugglega alltaf að horfa til þess að ráða bæjarstjóra. Ég ger ekki kröfu til þess að verða bæjarstjóri og það enginn í okkar röðum sem að hefur lýst því yfir. Já. Matthías, hvað segir þú? Já, hvernig viltu vinna og hvaða mál verður ekki leitið sko vikið frá og síðan ætlaði að ráða? Þú veist, við erum öll í þessu sko af góðum hug og við erum öll í þessu að vinna saman markmiðin og það að gera Árborg að hérna bara frábæru samfélagi og enda búi hér. Ófrávíkjanleg krafa eða ekki, þú veist, við viljum sjá álögur lækka og sérstaklega á fjölskyldundar okkar og við viljum sjá efla atvinnulífið og þar að leiðandi viljum við lækka álögur að það leiðinni. Það hins vegar að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við getum ekki farið bara í að hríðlækka þetta núna á næstu 4 árum en við þurfum að stíga skref í áttina að þessu og setja hérna fjölskylduna í svona hálfgerðan forgang núna, sérstaklega hvað var yngsta fólki okkar. Nei, við gengum bara óbundið kosningu og það enginn sem að hérna við viljum ekki vinna með bara málefnin, þau skipta máli. Með bæjarstjóra? Myndið þið vilja ráða ykkur bæjarstjóra? Já, sem sagt, ég ger ekki kröfu á það að vera bæjarstjóri og enginn á okkar lista og við höfum svona tekið þessa umræðu að hérna við myndum vilja ráða ykkur bæjarstjóra. Heiðrún, eru þið með drauma samstarfsflokka eða eitthvað sem alls ekki myndu vilja vera með og sem aldrei verður hérna vikið frá í ykkar málefnaskrá? Já, þið sjáu það að ég verði með fullt danskort 17. maí og við í Viðreisn. En sko, við munum alltaf standa fyrir að við viljum alltaf hugsa almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni og þessi vöxtur, þessi þroski sem sveitarfélagi búið að gangi í gegnum, við verðum að stíga í þennan þroska að geta tekið ákvarðanir bara skýrar, alltaf með hagsmuni heildarinnar leiður. Svo það verður alltaf okkar áttaviti inn í næsta kjörtímabil og lengra. Og svo sjálfsögðu viljum við líka huga sjálfbærum rekstri og nútímavæðan. Þannig að það verða svona einhver hluti sem við viljum standa svolítið fast á. Við viljum líka fá óháðan bæjarstjóra inn sem er bæjarstjóri og vinnur fyrir alla í samfélaginu, ekki bara meirihlutann. Bragi, hvað segir þú? Bæjarstjórin Bragi. Ég tel mig alveg og ég vil svo sannarlega og tel mig vinna fyrir alla íbúa sveitarfélagsins og alla kjörna fulltrúa og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli öll sem við erum í bæjarstjórn að við vinnum vel saman óháð því hvort sem við erum í meira eða minnihluta og ég tel okkur hafa gert það á þessu kjörtímabili þrátt fyrir erfitt verkefni og eðlilega erum við ekkert alltaf sammála málefnalega en
En það má líka vera ósammála málefnilega og svo kemur bara eitthvað niðurstaða. Við göngum algjörlega óbundin, maður vill vinna með öllum þeim sem vilja vinna að framgangi sveitafélags Árborgar og fyrir íbúana. Okkar loforð í rauninni það sama og við höldum áfram. Við viljum sinna ábyrgur rekstri og skapa þannig svigrúmi til þess að lækka álögur og það erum við búin að skapa. Við sýndum það með lækkun álaga strax á þessu ári og þangað viljum við halda áfram. Lækka fasteignagjöld, við hækkuðum ekki námsgjöld á leikskóla þessu ári og þetta leiðin sem við viljum halda áfram næstu árum. Ávinningur sem við erum að ná með góðum rekstri skila sér til íbúana en líka að fjölskylda sig í fyrirrúmi. Við séum að passa innviðina þannig að við getum skaffað leikskólapláss, við getum verið með áframhaldandi, við erum að koma með ótrúlega vel út úr skoðanakönnun núna varandi bara ánægju foreldra með grunnskólastarfi sem dæmi. Við erum bara með þeim fremst á landinu. Þetta við viljum líka ýta undir þann góða árangur sem við erum að ná og halda því áfram til framtíðar. Því að maður segir það bara frá dýpstu rótum, þú veist, maður elskar að búa hérna. Þegar ég var yngri þá bjóst maður ekki við að búa á Selfossi eða í Árborg en mér býð hérna í dag og ég hvergi annars stað myndi ég vilja eða ala upp börnin mín og vonandi barnabörnin líka. Þannig að við horfum björtum augum fram á veginn. Og þú ert stoltur bæjarstjóri og myndir vilja vera það áfram? Já, ég myndi gjarnan vilja fá að vinna áfram fyrir íbúana og með þeim bæjarfulltrúum sem eru því að maður vill starfa fyrir alla, tel mig hafa gert það og vil gera það áfram. Þannig að, en eins og kemur alltaf eftir kosningar þá setjumst við niður og það er ábyrgð okkar kjörinna fulltrú að mynda starfhæfan meirihluta. Því að það þarf að taka ákvarðanir og það þarf að reka sveitafélagi en það skiptir líka gríðarlega miklu máli að við getum öll tala saman og unnið að framgangi sveitafélagsins óháð því hvort við séum í meiri eða minni hluta. Þetta er spurning sem er alltaf svo vinsælt að bera upp og við eigum alltaf vonaði að það er meiri hluti hérna fyrir kosningar. Það er vist ekki alveg þannig sem það... En síðan er ótrúlega mikilvægt líka bara að horfa á því við vorum að tala hérna áðan bara grænusvæðin okkar og það við eigum mikil tækifæri hérna í allir kringum okkur og meðal annars útivista möguleikanir og þetta reyfi samfélag sem við getum skapað hérna í Árborg af því að við erum flatt og bara að auka þessar almenningssamgöngur og í rauninni samgöngumát eins og að hjóla og ganga. Þetta er eitt af framtíðarverkefnum sem við getum enn frekar þegar við erum að tala um hérna nýja brú og geta hérna aukið þessa hjólamenningu enn frekar hjá okkur og Hellisskóginn okkar, Hallskoti og fleiri útivistarsvæði sem eru í nándið okkur. Þetta eru framtíðin sem við þurfum að huga vel að. Akkurat. Og við bara þökkum held ég frambjóðendum í Árborg fyrir komin að hingað í Stekkjarskóla og kveðjum bara. Bragi Bjarnason, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins, Heiðrún Kristmundsdóttir, oddviti Viðreisnar, Matthías Bjarnason fyrir Framsókn og Sigurjón Vídalín Guðmundsson sem er veistumaður Samfylkingarinnar og óháðra. Takk fyrir komuna. Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir sæl.